Þú pantar með appi á Dominos.is eða síma 58 12345. Dominos. Jæja, góðan daginn, kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur á IA TV. Framundan leikur IA og já, við erum dottnir inn aftur, afsakið þetta, smá tæknilegir örðuleikar en eins og við segjum, við kíkjum aðeins á það eftir hvernig þetta tímabil nú búið að vera svolítið svona skrykkjótt og tvískipt hjá IA en ef við byrjum á að skoða deildina, stöðuna í deildinni, Þróttarar auðvitað búnar að tryggja sér titilinn. Því svona vel gert. Og komnar upp. FH búið að vera að hiksta undanfarið og í rauninni þær virkuðu fyrir nokkrum umfyrir síðan bara tiltölulega örugar með að fylgja Þrótturum upp og þannig lengi vel var spurning hvort liðið yrði deildameistari. En FH búið að vera að hiksta undanfarið en Afturelding sem að mætir hérna á Skagan í dag situr hérna í 5. sæti með 21 stig og mun ekkert fara hærra en það eins og við sjáum hérna. En Skagakonur eru ennþá í alveg bullandi hættu. Já, en með 3 stigum hér í dag að þá þetta nú svona, getur við nánast fullyrt að þeirra sæti sé örugt. Já, og það sem að kannski einmitt, þessi staða lítur betur út heldur en hún gæti hafa gert með við úrslit í síðustu umferð. Já. Þar sem að IR vann sinn fyrsta sigur gegn Grindavík og hversu mikilvægt gæti það reynst fyrir IA stelpunnar? Það gæti reynst mjög mikilvægt en þær grindvísku frá Grindavík þær eiga eftir þess að 2 heitustu lið deildarinnar í þessum seinustu 2 umferðum, það Þróttur Reykjavík og Haukar. Já, og Fjölnisliðið sem að hérna með jafnmörg stig og IA á einmitt líka eftir að spila við Þrótt og það kannski væri bara gaman að sjá næst bara umferðina, það heil umferð spiluð núna sem að byrjar öll klukkan korter yfir 5. Það þessi leikur hér í á Afturelding og síðan það FH Augnablik Fjölnir Þróttur, IR Tindastóll og Grindavík Haukar og leikirnir sem við munum kannski fylgjast hvað svona nákvæmast með þarna Fjölnir Þróttur og Grindavík Haukar. Kannski maður veltir því fyrir sér Þróttur búinn að tryggja sér titilinn, komnar upp. Er gott að mæta Þrótti á þessum tímapunkti fyrir þessi lið, Fjölnir og Grindavík? Þetta spurning sko, en síðan eru kannski einhverjar þarna í baráttu gullskó og annað slíkt og bara gæðin sem eru til staðar í þessu toppliði Þróttar að maður það svona erfitt með að sjá annað en að þær haldi bara áfram að Já, þær hafa verið í algjörum sérflokki og eru bara vel að því komnar og kannski bara rétt að við óskuðum bara einlega til hamingju með þennan frábæri árangur. Búnar að vera nokkuð lengi í innkassodeildinni og eru loksins komnar í deild þeirra bestu en leikurinn hér í dag í Afturelding við hérna tökum nú alltaf saman þessar fyrri viðuregna þessara liða og þessi lið hafa mæst 12 sinnum í keppnisleik á vegum KSÍ. Mér minnir þegar ég var að skoða þetta að fyrsti leikurinn hafi verið 1994 og lauk með 11-0 sigri IA en við sjáum að þessi tölfræði IA í hag en eins og við vitum að þá sumari búið að vera mjög erfitt og gengi liðsins mjög slaft undanfarið og við kannski sjáum bara það, við tókum bara hérna lítið skilti að
þetta sumar skiptist heila algjörlega í tvennt bara og dagsetningin 27. júní eða við getum hugsað okkur mánaðamótin júní-júlí. Fram að þeim tíma var IA búið að vinna 5 leiki og gera 2 jafntefli, þannig að þetta bæði í deild og bikar með markatöluna 12-4, en síðan þá hafa þær unnið 1 leik, gert 2 jafntefli og tapa 9 með markatölunni 7-30. Þetta algjörlega eins og svart og hvítt. Já, og kannski svona mest áhyggjuefnið hefur verið skortur á skoruðum mörkum hjá IA-liðinu. En síðan náttúrulega það eru þessi margumræddu leikmannamál sem að fóru svolítið illa með liðið bara á miðju tímabili. Algjörlega. En þær eru að gera sitt besta í erfiðri stöðu. Já. Og eins og segi, það búið að gekk mikið á þarna mitt sumar, þjálfaraskipti, mistu markmanninn sem að var, að öðrum ólöstöðum sennilega besti markmaðurinn í þessari deild og jafnvel víðar og einnig þá sem átti að skora mörkin, Ólöf Sigríður kölluði aftur í val, en nýju þjálfarar hafa gert sitt til þess að og gert ákveðnar taktískar breytingar og sjáum kannski þessi síðustu 5 leikir hjá IA, síðustu umferð tap gegn Augnablik, það var kannski, maður eigði kannski vonum að þar myndu þær mögulega ná sér í einhver stig til þess að hjálpa sér í þessari baráttu, en þetta gekk ekki þar vegna þess að leikurinn þar á undan, þetta heimatap gegn Þrótti var alls ekki allslæmur leikur. Þær voru að prófa nýja taktík, meiri varnartaktík og það voru þarna mörk sikkur megin við hálfleikinn sem að gerðu þeim mikið nóleik í þeim leik, en síðasti sigurleikur sjáum við hér 13. ágúst og þar áður jafntefli við Grindavík og þar áður jafntefli við Fjölni, þessi lið sem þær eru að berjast við. Nú afturrelding, ef við skoðum síðustu 5 leiki hjá þeim, að þá hefur það verið líka heldur niður á við þeirra gengi undanfarið, tap gegn Tindastóli, jafntefli við Augnablik, tap gegn Þrótti, tap gegn Haugum, en þar áður stórsigur gegn IR. Nú og kannski að síðustu, þá skulum við kíkja á síðustu 5 viðureignir milli afturheldingar og IA. Fyrri leikurinn í sumar fór 1-0 í Mosfellsbænum og fyrir afturheldingu og gott ef að þetta var einn af fyrstu tapleikjónum eftir hennar viðsnúning sem við sáum áðan. Já. En þar áður í apríl, apríl 2016 sér það að tölvöld spil hérna. Mig grunar að vanti, sem sagt að við höfum spilað við afturheldingu Fram sem að var síðan lögð niður. Það gæti verið einmitt. Ég man ekki hvernig þeir leikir fóru, en líklega 2 leikir þar í fyrstu deild kvenna. Já, það sennilega alveg rétt hjá þér. Við styðjumst þarna við gagnagrunnin hjá úslit.net í þessu og það alveg rétt. Ég held minni algjörlega rétt að afturhelding og Fram voru saman og þannig að þetta svo sem kannski segir okkur ekki mikið, en gríðarlega mikilvægt fyrir Skagakonur að fá eitthvað út úr þessum leik og við skulum skoða kannski byrjunarliðin. Það er nýr markmaður hjá IA. Já. Níam Kums, kanntu deili á þessari konu? Hún var fengin á undanþágu frá Völsungi sem hafa lokið sínu keppnistímabili og hún fædd árið 2000 og kemur frá Írlandi. Já. Já, þetta allur liðstyrkur vel þeginn. Já. Númer 3 Andrea Magnúsdóttir, númer 7 Erla Karitas Jóhannesdóttir, númer 8 Sigrún Eva Sigurðardóttir, númer 10 Bryndís Rún Þórólfsdóttir fyrir liðið, númer 11 Fríða Halldórsdóttir, númer 17 Selma Dögg Þorsteinsdóttir, númer 18 María Björk Ómarsdóttir, númer 19 Anna Þóra Hannesdóttir, númer 21 Eva María Jónsdóttir og númer 24 Dagný Halldórsdóttir. Og afturheldingarliðið þannig skipað að í markinu númer 33 Íris Dögg Gunnarsdóttir, aðri leikmenn eru Inga Laufey Ágústsdóttir númer 4, Elva Sif Hlynsdóttir númer 6, Samira Súleman númer 9, Hafrún Rakel Halldórsdóttir númer 10, Erika Rún Heiðarsdóttir númer 14, Sara Dögg Ástórsdóttir númer 16, Ragnar Guðrún Guðmundsdóttir númer 18, Darjan Páel númer 19, Lovísa Mjöll Guðmundsdóttir númer 20 og fyrirliðin Sigrún Gunndís Harðardóttir númer 21. Varamannabekkirnir
eru svona skipaðir hjá Skagakonum eru á bekknum Erna Björt Elíasdóttir númer 4, númer 6 Ardís Lilja Eggertsdóttir, númer 14 Róberta Lilja Ísólfsdóttir, númer 15 Klara Kristinsdóttir, númer 20 Védís Agla Reynisdóttir, númer 22 Ylva Laxdal Unnarsdóttir og númer 25 Lilja Björg Ólafsdóttir. Þjálfarar Aron Ími Pétursson og Unnar Þór Garðarsson. Ungur bekkur, þarna eru nokkrir fulltrúar þriðja flokksins sem einmitt vann Reykjöp í sumar og við erum að tala meðalaldur upp á 16,4 ár hjá þessum varamannabekk og þetta hefur svolítið verið saga sumarsins. Já. Og kannski útskýrir margt sko og maður velti fyrir sér einmitt hversu mikilvægt fyrir þessar stelpur að halda sér í þessari deild. Þetta ofboðslega ungt lið og að þær fái að þróast áfram í þessari deild en ekki í annari deildinni með fullri virðingu. Og eins það sem maður myndi óttast líka að efnilegustu stelpurnar sem eru þá á annarsflokksaldrinum eða jafnvel eldri, það liðin úr innkassodeildinni færu að kroppa í þann mannskap. Það gæti vel gerst. Ef að liðið fer niður. Og það svona uggvænleg þróun og verður alltaf erfiðar að snúa því við. En þessi leikmannahópur á alveg klárlega framtíðina fyrir sér, eins og segir, með þennan meðalaldur. En varamenn hjá Aftureldingu, númer 8 Ólína Sif Hilmarsdóttir, númer 13 Elena Brynjarsdóttir, númer 15 Kristín Gíða Davíðsdóttir og númer 17 Halla Þórdís Svansdóttir og númer 23 Krista Björt Dagsdóttir. Júlíus Ármann Júlíusson þjálfari Aftureldingar. Nú eru liðin að gera sér tilbúin að koma niður á völlinn. Það fjölmiðlamaðurinn góðkunni Tómas Úlfar Mæjer sem með flautuna hér í dag. Hún til aðstoðar Guðmundur B. Jósefsson og Jóhann Finnur Sigurjónsson. Já, óskum þeim velfarnaðar í þeirra störfum. Í ágætis veðri, smá svona var svolítið gustur áðan og svo sem enn hérna alveg á svona á völlinn frá hlið. Stúkan kannski eitthvað að skýla hérna. Sennilega gerir hún það. En eflaust hefur leiktíminn eitthvað með að segja ákaflega fáir áhorfendur mættir hérna og svo sem hvetjum fólk sem á Akranesi eins og við gerum jafnan og hefur ekkert að gera og vill fá skemmtun og smá spennu í lífið að skella sér út á Norðurálsvöll og setjast í sólina í brekkunni og styðja við liðið í þessari miklu baráttu. Við munum að sjálfsögðu fylgjast með öðrum leikjum í innkassodeildinni. Þar eru 2 leikir sem að skipta okkur miklu máli eins og við komum inn á áðan. Fjölnir tekur á móti Þrótti, Grindavík tekur á móti Haukum. Aðrir leikir hafa litla þýðingu, það helst Tindastóll sem á ennþá möguleika á að ná FH stúlkum. Í öðru sætinu þær spila og gegn ÍR útivelli fyrirfram ætti það að vera svona tiltölulega sjálfvirkur sigur og FH tekur á móti Augnablik sem í neðri hluta deildarinnar. Já, við vorum að nefna meðalaldurinn, við erum að tala meðalaldurinn eins og þú sagðir, í varamannabekknum hjá IA 16,4 ára en ekki nema 18,7 í byrjunarliðinu. Þannig að þar eru við með. En síðan inn á milli hérna hjá Aftureldingu eru sömuleiðis, það eru 2 fæddar árið 2004 í byrjunarliði, þannig að þetta bara virðist vera svona hjá mörgum liðum í deildinni að það stillað fram ungum leikmönnum og... Já, og það hið besta mál. Já. Það einmitt svo mikilvægt að einmitt að fylla bara ekki liðið af erlendum leikmönnum og þannig að þessar heimastelpur fá ekki tækifæri til þess að þroskast og þetta gildir að sjálfsögða sama í karlaboltanum. En verður forvitin að sjá hvort að
munum eftir því þeir stiltu í mjög varnarsinna kerfi hérna gegn Þrótti í síðasta heimaleik en þær verðast stilla upp í 4 manna varnarlínu með Evu Maríu og Andreu í miðri vörninni og Dagný þar fyrir framann. Síðan Sigrún og Fríða og Bryndís, Kaja og María eru fremstar. Sé ekki einhvers konar 4-3-3 mögulega. En þá er þetta að fara á stað. Afturhelding byrja með boltan. Við getum upplýst áhorfendur að nýja vallaklukkan okkar er farin á stað hér á Norra-Ósvellinum. Já, það er góð sviti. Hún byrjar að rúlla. Já. Og já, óskum bara í að til hamingju með þessa nýjung. Þetta er mikil framför frá því sem var. Hver veit nema þarna muni rata einhver tíman einhverjar endursýningar og myndbrot af IATV. Það væri mjög vel ef að það menn finna út úr því. En þá er það Skagakonu sem að spilna langt fram völlinn. Fríða vinnur frákastið, kemur svo meðan langan yfir til hægri og María Björk er að nálgast vítategin. Kemst fram hjá einum varnarmanni og kemur boltanum fyrir en það var Sigrún Gunndís sem að setta hann aftur fyrir. Þetta var ágætis sókn hjá Skagakonum. María Björk er eina af þessum leikmönnum sem fekk fá tækifæri fyrir hluta sumars en eftir þjálfaraskiptin hefur verið fastamaður í byrjunarliðinu. Kemur hornspyrnan og það er skot, er þetta skall í stöng? Og kemur boltinn aftur fyrir frá Bryndísi á fjársvæðið og afturhelding nær að koma þessu frá. María Björk er þar klár í slaginn, tekur frákastið, setur hann á Kaju, Kaja lítur upp, kemur svo með boltan langan, beint á Bryndísi, hún leggur hann tilbaka á Andreu sem að reyni skotið en það er máttlítið. Fín byrjun hérna hjá Skagakonum en þá kemur afturheldingarliðið. Slöksending frá Shamíru Súleman beint á Selmu sem að finnur Bryndísi en hún undir mikilli pressu frá Sigrúni. Lovísa skiptir yfir til hægri. Boltinn tilbaka á Eriku Rún. Erika aftur fram, að sækja upp hérna hægra megin. Ragna aftur út til hægri. Það er að finna svæði hérna núna í kringum miðjuna hjá Ía. Ingalöfi tilbaka á Lovísu. Lovísa skiptir síðan reynir skiptinguna, hún er ekki góð en Mosfellingar halda boltanum. Kemur stungusending inn fyrir hérna og þetta er vel varið, þarna reyndi strax á Niam Coombs en dauða færi Darian Powell slopp þarna ein í gegn. Þetta var svona full auðvelt. Andrea kemur þessi aftur frá. Snöggar að taka þetta innkast. Kemur boltinn inn á teiginn. Selma í baráttunni. Kemur boltanum frá en ekki langt. Anna Þóra í vinstri bakverðinum. Þarna stendur vaktina. Kemur kasti Anna Þóra í baráttunni. Darian Powell lætur hann ekki í friði en Andrea kemur þessu séðan frá. Þá er ná heimakonur aðeins að þrýsta liðinu upp. Kemur langubolti. Skagakonum gengur ekki nógu vel að koma þessu frá núna. Dagný reyndar kemur þessu á Bryndísi. Bryndís nær að taka niður. Skiptir síðan yfir til hægri. María Björk þar á fleygiferð. Er að sleppa inn. Það vantar stuðning. Glæsilega gert hjá Maríu. María fer í skotið og það er vel varið hjá Írisi. Og frákastið rekkur til Bryndísar sem að tekur skotið og aftur ver Íris og í horn. Já. Hér aftur. Það var virkilega vel gert hjá Maríu, skotið gott og Bryndís síðan með
hefur nú getað látið hennar fara Íris, en María Björk núna í tvígang búin að komast hérna inn fyrir Elvu Sif sem í vinstri bakverðinum hjá Aftureldingu. Sigrún tekur hornið, þetta innarlega og þetta mark! Hver skoraði þetta? Það Dagný fagnar í allavega fastu bolti á nærsvæði, við skulum sjá þetta aftur. Þetta nú við, það Dagný sem mætir, nei, þetta já, það ómögulegt að sjá. Þetta Eva María sem að kemur boltanum við línuna? Já, þetta ekki bara Sigrún sem að... Sigrún, þetta bara beint úr horni? Já. Við getum alveg gefið henni það, þetta var eitraður bolti og óska byrjun hérna, Skagakonur komnar 1-0 yfir. Eftir rétt 5 mínútur. Já, það var mikil þvaga hana. Við gefum okkur það að boltinn hafi einfallega bara verið, þetta hafi bara nánast verið skot úr hornspyrnunni, en þá koma Mosfellingar, konar upp að endamörkum hérna. Reyna fyrirgjöfuna, Andrea kemst fyrir og Kaja kemur þessu síðan lengra frá og út af. Þetta innkast eiga Skagakonur. Já, það var nú svo sem sko viðeigandi að heimaliðið fengi fyrstu uppfærsluna á nýri töflu hérna á vallaklukkunni. Ekki spurning. Ekki nokkuð spurning. Bara það haldi áfram að tikka þeim megin. Reyna mikið að fara upp hérna hægra megin. Afturöldingar stúlkur. Skagakonur verjast fimmlega. Nú kannski rétt að minnast á að þetta byrjunin á nokkuð stóri helgi hjá okkur hérna á IATV. Á morgun sýnum við 2 leiki hjá öðrum flokk kalla sem að spila í Akraneshöllinni. Allavega miðað við nýjustu upplýsingar. A-liðið og B-liðið eru að fara að taka á móti Íslands meistarabikurum. Þetta hérna stór stund. Við sýndum einmitt beint síðasta leik A-liðsins í fyrra sem að vann Íslandsmeistaratitilinn einmitt þá. Þeim að takast að verja titilinn. Og síðan verðum við með útvarpslýsingu á sunnudaginn frá leik IA og Grindavíkur í Pepsi Max deildinni. Og hér kemur boltinn út til hægri. Afturölding ætlar ekkert að gefast upp neitt. Andrea tekur hann niður, setur hann á önnu sem að reynsa frá. Bryndís vill nú fá aukaspyrnu, hann fær ekki. Sigrún leggur hann út til hægri. Boltinn inn á miðuna. Elva Sif, eina af þessum stelpum sem fædd 2004. Sem kannski útskýrir að virðist vera upplegg hjá Skagaliðinu að reyna að sækja aftur fyrir hana og stinga á Maríu sem hefur svona líkamlegan styrk umfram Elvu Sif. Elva með innkastið tilbaka á Lovísu. Spilaðurinn á miðjunar. Ragna skiptir yfir til hægri. Sigrún til hægri. Kemur hár bolti hérna yfir á Samíru. Selma skattar þetta frá og Samíra brýtur á henni. Hvað ætli stjórni því að lið fái leikmann á undan þá? Hefur þú eru fordæmi fyrir þessu, Snorri? Já, með markmenn, ef það eru meðsli í gangi, en ég... Já, var það ekki KR-ingar
kom ekki, var það Beitir sem kom inn í KR-liðið upprunalega þannig? Hann kom á undan þó. Þannig að fordæmin eru klálega til staðar. En síðan líka svona, væri gaman að vita söguna hjá þessari stúlku sem komin til Ísland frá Írlandi að spila. Þetta svona ekki margir írskir leikmenn sem hafa komið hingað til lands og spila. Hárrétt, María sterk hérna á móti Elvu. Reynir stungu sendinguna. Kaja var þar á flegiferð. Hafði Fríðu með sér líka vinstra megin. En valdi fyrir kostinn. Darjan Páel reynir stungu sendinguna. Andrea á milli. Þetta var rángstæð eða ekki? Já, ekki flaggað. Jú, þarna flaggar það. Beið átt þetta með það. Þetta var alveg augljós rángstæða þarna. Bryndís tekur hann hérna niður. Saman Lovísa þétt í bakinn á henni þarna. Bryndís fær hann aftur, leggur hann tilbaka á Evu. Eva lítur yfir, ekki dopið þar. Aftur fram, finnur Bryndísi. Bryndís ætlar að koma með hann beint upp í hægra hornið á Maríu. Það var óverfitt. Fín pressa hérna á Selmu, boltinn á Sigrúnu. Sigrún skiptir yfir, þetta er óvinnalega. Það var vitlaus snúningur á þessum. Gaman að sjá þessa ákjæð hérna hjá IS-Törpum. Það eru tvisvar í röð búnir að vinna boltan. Mjög hátt á aftur með góðri pressur. Já, kemur Anna upp vinstra megin. Anna kemst hérna upp í hornið. Reynir fyrir gjöfina og vinnur hornspyrnu. Vel gert hjá henni þarna. Nú viljum við bara sjá skot á markið, ekki? Já, þetta er bara, það væri ekki úr vegi, Sigrún. Sjáum líka að það er myndapakka hérna á nærstönginni. Kemur boltinn núna hærri út í teiginn. Andrea við það að komast í boltan. Elva hreinsa frá, sýnist mér. Kaja fer í skotið, þessi er yfir markið. Ná að skapa hættu úr þessum hornspyrnum. Sjáum hérna skotið frá Erlu Karitas. Alls ekki galinn tilraun. En aðeins og há. Elva inn á miðuna á Söru. Hún tilbaka. Ragna. Yfir til hægri. Sigrún. Það er aðeins meira út til vinstri. Elva þarf að snúa við. María pressar á hana. Hún er að koma sér í vandræði. Já. Lovísa snýr af sér Maríu. Lendir í smá vandræðum en þetta bjargast. Sjáum að á ákveðnum tímapunktum þá pressa þær hátt upp á vellinum. Þetta er vel gert. Já, Páel. En sendingin ekki góð. Selma finnur Sigrúnu. Sigrún aftur tilbaka. Selma hefur tíma núna. Lítur upp. Sendingin ekki nógu góð beint á Lovísu. Og Sigrún ber boltan hérna út úr vörninni. Slök sending hjá henni. Þá er María með flugbraut hérna fyrir fram að sig. Hérna á auðum sjó upp í frímerkið hægra megin. Nú þarf að vanda boltan fyrir. Kemur fastur út í teginn. Lovísa hreinsa frá. Og það er ná að framlengja þetta. Samíra Súleman leggur á stað. Og hún reynir sendingu hérna upp í vinstra hornið á Páel. Selma las það vel. Elva inn á miðsvæðið á Rögnu. Reynir skiptinguna beint á Önnu. Sem að losar pressuna.
og það komið mark í Grafarvoginum. Fjölnir-stúlkur komnar 1-0 yfir gegn Þrótti. Þetta eru erfið tíðindi fyrir okkur Skagamenn, nema þá fyrir þá staðreind að Skagakonur eru líka 1-0 yfir, en sannarlega óvænt tíðindi á ekstravellinum. Og eins eru FH stúlkur komnar yfir gegn Augnabliki. 1-0 staðan þar. Grindavík Haukar, þar ennþá staðan 0-0. Boltinn út til hægri á Maríu. María með fyrirgjöfina inn á fjársvæðið og Íris Dögg í vandræðum, en næra hirðan upp síðan fyrir rest. Þetta mikið að gerast hérna hægra megin hjá IA. Kemur skiptingin yfir á Samíru. Samíra reynir að stinga hérna inn fyrir, en Níam Kúms út úr markinu og grípur hennan auðvitað. Kúms gefur sér góðan tíma í þetta hérna. Engin pressa á henni. Kemur síðan með langan bolta hérna í áttina Bryndísi, en Sigrún Gundís vinnur skallaboltan. Boltinn á Erlu Karitas. Hún reynir sendingur inn fyrir á Maríu. Þessi sennilega of löng eða hvað? Nei, María nær að halda þessum inn á, en dæmd rangstæð. Við sjáum að þegar að Afturheldingar er að reyna að spila út, þá pressar IA-liðið hátt á vellinum. Vinna innkast hérna. Þetta er eitthvað sem maður búin að vera að vinna í vikunni, ger ég ráð fyrir. Bryndís tilbaka á Selmu. Undir mikilli pressus. Samíra næra að vinna af henni boltan, en Andrea mætt í hjálpina. Og Elva gerir vel og vinnur innkast. Mikilvægt þannig að Andrea hafi náð að stöða. Já, það var að skapast þarna hættuleg staða. Já. Sigrún með langan bolta beint á Selmu sem hafa misreiknað hana aðeins. Fríða skiptir yfir til vinstri, beint á Erlu Karitas sem að leggur síðan af stað hérna. Boltinn tilbaka á Írisi. Bryndís pressar svona létt á hana. Fríða vinnur fyrsta boltan. Dagný finnur Sigrúnu, hún hefur tíma til að snúa. Finnur Bryndísi, þetta var ónákvæm sending, en Bryndís nær að gera vel. Fríða lyftir boltanum yfir í áttina Maríu, finnur hann ekki. Elva gerir þetta vel. Dagný tekur hann niður, finnur Fríðu. Skjóttu segir Aron, en skotið ekki nákvæmt. Vel fram hjá. Nú sé Fríðu setja hann af þessu færi. Staðan óbreytt á öðrum öllum síðan á hann. En staðan eins og hún þýðir að IA í 7. sætinu eins og komnar 3 stigum frá fallseti, en eru með sambærilega markatölu við Grindavík, en fyrir neðan þær eru Fjölnir og Augnablik líka. Þannig að þetta ótrúlega spenna þarna á þessu svæði. Í rauninni eru það 4 lið sem að geta fallið ennþá. En FH stúlkur á leiðinni að tryggja sér sæti í Pepsi Max deildinni að ári. Elva á Samíru. Samíra reynir að leggja hann inn fyrir á Páel, en Selma vel á verði. Kemur þessu frá. Tók enga séns að þarna. Og vitlaust innkast. Flýtti sér full mikið þarna Samíra Súleman. Það er nú að rætast úr mætingu. Já, ég ætlaði einmitt að fara að hafa orð á því. Þetta eins og ég segi, þessi leiktími ekki beisinn. Stúkan vinsæll í dag út af vindáttinni. Já. En það er náttúrulega
kannski mögtum ekki aðtiklaði á þann að engin Eyrún Eiðsdóttir í dag í liði Skagakvenna. Inga Laufey nær að komast tilbaka. Reynaður fyrir sér vinstra megin, Sigrún finnur Páel en Dagný brýtur á henni. Kemur hár bolti inn á teiginn. Boltinn dettur hérna fyrir Darjan Páel sem að nær skotinu. Nei, þetta var Hafrún Rakel fyrirgefi. Ekki mikið sést til Hafrúnar fyrir en allt í einu í þessu atviki en náði ekki skot á markið. Fínar spyrnur hérna frá Niam Coombs. Fríða framlengir þetta upp í hornið og Lovísa þarf að setja hann út af undir pressu. Bryndís kemur og sækir hann, Lovísa pressar á hana, leggur hann tilbaka, ætlaði Fríðu en vel lesið það hjá Ingu Laufey. Og þarna þetta aukaspyrna Kaja. Já, þessi aukaspyrna er bara eins og horn sem að geti maður sagt. Sigrún mætt á svæðið, þetta er sennilega örlítið betri skotvinkill fyrir Sigrúnu. Jú. En þetta er áhugaverð staða sem að vindurinn er í rauninni beint á hlið. Það er hægt að nýta sér hann fyrir góða spyrnumenn. En Sigrún kemur með hann hérna inn að markinu en aftur fyrir vantaði þarna meiri ákveði að laupa á boltan. Það er tíundi. Já, Haukakonur komnar yfir í Grindavík. Það eru góða fréttir fyrir bæði í á Fjölni sem eru í kjörstöðu í sínu leikjum eins og er en það er hellingur eftir af fótbolta hér í dag. Fríða framlengir þennan, Bryndís kemst í boltan, hún er að nálgast vítateiginn. Lovísa er hérna til að reynsa þessu frá, beint á Sigrún í skotið en Íris vel varið hjá Írisi Dögg. Snögg að kasta þessu út á Samíru og Anna pressar á hana og Skagakonur búin að vinna boltan aftur. Sigrún sér hlaupið hjá Mari en þessi sendingu á vinnalega. Kemur Elva upp með boltan, finnur Páel síðan með langan bolta upp í hornið. Ætla Hafrúnu, Selma kemur þessi tilbaka á Niam Coombs sem að hefur greinilega góðan spyrnufót. Já. Samíra nær að snúa önnu af sér þarna, nálgast vítateiginn, kemur með hann fyrir. Þar er Páel en Selma er með henni og skallar þetta frá. Boltinn út á Rögnu og aftur er það Selma sem er á milli þarna. Hafur hún við það að komast í boltan á góðum stað. Eva María á Fríðu, Fríða. Svona. Örlítið svona stressleg hreinsun hjá henni. Elva, Selma hreinsar þetta frá. Fríða tekur boltan niður, snýr, ekki dæmt þarna, María, en fín pressa hjá afturhelningu. Sara reynir skiptingun yfir til hægri fyrir aftan Samíru. Samíra gerir þetta vel, kemst fram hjá Önnu en Erla Karitas mætt í hjálpina, rekur hann tilbaka. Samíra fær hann aftur. Næra þræða boltan hérna inn á Ingu Laufey sem leggur hann út á Rögnu.
Ragnar fer í skoti en það er mátt lítið og Níam Kúms ekki neinum vandræðum. Sjá hérna skotið frá því rétt áðan sem var varið. Já, virkilega gott skoti á Sigrúnu. Ætlaði sér að setja hann í fjærhornið. Sigrún skiptir yfir á Fríðu, hún leggur hann tilbaka á Dagný. Dagný lyftir honum upp í hægra hornið, þar er María Björk og aftur flöggur rangstæð. Já, þetta er klaufarlegt ef að þetta er réttu dómur að hafa alla línuna fyrir fram að sig og fara í rangstöðuna. En maður sér að þetta er eitthvað upplegg að finna Maríu þarna í hægra horninu. Búin að reyna þetta trekk í trekk. Skagakonu vinna boltan, Fríða á Sigrúnu. Sigrún reynir að finna Bryndísi, tekst ekki. Samíra kemst í boltan, leggur hann tilbaka. Smá miskilningur hérna, Ragnar. Lovísa yfir á Sigrúnu. Ragnar aftur á Sigrúnu. Elva pressað á hana. Sigrún síðan með svona heilara Maríu sendingu sem að Andrea hirti. Elva. Fín pressa hjá Selmu, hún er dæmd brotleg. Hafrún Rakel fekk hana þarna í bakið og réttilega dæmd aukaspyrna. Kemur sendingin upp í hornið, boltinn síðan fyrir markið. Skagakonu ná að koma þessu frá en ekki langt. Elva fer í skotið en þetta er oflaust. Það þarf greinilega talsvert til þess að koma boltanum fram hjá Níam Kúms í markinu. Þarna átti sér stað varnarleikur sem var mikið gagnrýndur hjá íslenska landsliðinu í vikunni. Já, sem sagt, það er ekki tvöföldun. Já. En það voru naskar að sjá þetta, afturöldingar stelpurnar að þessi möguleiki var fyrir hendi. Já, Skagakonu fá vitlaust innkast þarna á Elfu en fá ekki. María heldur boltanum inn á. Kemur sér í vandræði síðan. Hafrún fær boltan upp í vinstra horni, kemur með hann fyrir. En þetta er alltaf vinnalega beint í fangið á Níam Kúms. Bryndís tekur hann niður, sér Maríu leggja af stað. Hún er ekki rangtað í þetta skiptið. Kemst í boltan. Elva pressar á hana. María stígur henn út. Vantar hjálp. María snýr, reynir að finna Selmu. Vinna innkast þarna framalega. Selma kastar þessu inn á Fríðu sem að reynir snúningin. Og reynir síðan sendingunni á teginn. Samíra pressar vel á hana og sendingin síðan ónákvæm frá Fríðu. Það má nú kannski koma því að eins og leikirnir standa akkurat núna þá er IA að bjarga sig fyrir að falli með þessum sigri í dag og ég er nokkuð viss að þær vilja að hafa það þannig áður en þær þurfa að fara norður og Sauðárkrók í næstu umferð. Hafrún reynir skiptinguna beint á Dagníu. Dagný kemur þessu reyndar bara beint á Lovísu. Út til hægri á Samíru.
Anna vinnur boltan, leggur á stað, Samira pressar á hana og næra vinnur boltanum. Ragna yfir til vinstri á Elvu. Aftur á Rögnu. Samira sækir boltan, að leita töluvert að Samiru. Súleman hafna. Kemur með boltan inn í áttina tegnum. Og svo yfir til vinstri á Elvu, en María er á undan í boltan. Reynsar þetta út af. Sjáum á stórum köflum þá verst í liði nokkuð aftarlega. En við ákveðnar aðstæður þá pressa þær harra á vellinum. Ágætlega gert hjá Fríðu hérna. María reynir að finna Bryndísi. Ía lítur að eiga þetta innkast. Nei. Fannst eins og Tómas væri að gera sér líklegan til að dæma hana aftur fyrir vitlaust tekið innkast. Já. Þetta er eitthvað að vefjast fyrir henni. En hún, Níam okkar í markinu, hún er fjórði markmaðurinn til að spila í sumar. Í sumar, já. Það var náttúrulega Tori, síðan kom hún Dagnýr Pálsdóttir og spilaði einn leik. Síðan hefur hún Aníta Ólafsdóttir náttúrulega verið í markinu undanfæri og ætli hún sé ekki meidd hreinlega. Já, það hlýtur að vera... Eða er landsliðsverkefni eða hvernig Já, hún er ekki í hóp í dag, þannig að það er eitthvað slíkt og það hlýtur að þurfa að vera, hún er meidd sennilega. Já. Og það enda hlýtur að til þess að fá þessa hvað maður að segja undanþágu, þá hlýtur að þurfa að vera góð og gild ástæða fyrir því. Já. Að þú sért hreinlega ekki með neinn markmann í leikmannahópnum. Einmitt. Þannig að Selma kastar þessu á Fríðu. Fríða undir mikilli pressu. Sara Dögg út til vinstri á Hafrúnu. Hafrún leitar inn á völlin, kemur með boltan í áttina tegnum. Þar er Samira. Mikil barátta. Já. Og Anna næra rekana frá. Og Samira heldur boltanum og vinnur síðan hotspinnu. Og það var lítið annað að gera í stöðunni. Kemur boltinn óvinnalega og aftur fyrir þrjátíu 2,5 mínúta liðin samkvæmt nýju vallaklukkunni. Treystum henni í algjöri blindni en það er fullt af 1-0 leikjum í gangi hérna í innkassodeildinni. Og Fjölnisstúlkur halda forystunni hérna gegn Þrótti. Ragna sækir að vörninni, kemur honum á Páel. Hún snýr rekin í burtu, leggur hann tilbaka á Rögnu sem að reynir skiptinguna út til vinstri, en Selma enn einu sinni réttum maður og réttum stað. Þættunum barst bréf. Já, hún er í landsliðsverkefni með U17. Aníta, háðum við það staðfest. Við þökkum kærlega fyrir upplýsingarnar. Það er alltaf gaman að því þegar áhorfendur hafa samband. Sigrún leitar að Maríu. Fín sending hérna, en þetta Elva nær að verjast þessu. Það var að Ragna kemur langan bolta á Hafrúnu. Hún nær ekki í góðri móttöku, en þetta bjargast nú allt. Fær hann aftur. Kemst hérna fram hjá Sigrúnu. Reynir síðan sendinguna upp í hotnið á Söru. En þetta er of innanlega. Og Níam Kúms. Þessi sending
beint á Rögnu, en Fríða vinnur boltann. Sigrún vantar aðstoð, fær hana hérna hjá Evu Maríu. Eva María með sendinguna á Bryndísi. Hún á Dagný síðan með stungusendinguna. Og enn einu sinni rangstaða dæmt á Maríu. Við höfum sjónarhorn af þessu hérna. Það tæft sko. Já, hún verðist nú. Þetta er bara rétt. Já, hún þarf að passa þetta. En það að láta hana hlaupa talsvert hér í dag. Andrea skýlir boltanum. Kúms í vandræðum. Og leikmenn þjálfarar afturheldinga vilja fá vítaspyrnu. Ég held að það hafiði nú verið, sjáum þetta hér, hún með hendur á boltanum, en það svona kannski smá miskilningur. Hún hikandi að koma út úr markinu, en ég held að þetta hafi verið hárrétt að dæma ekki þarna. Við vorum einmitt að veltaði fyrir okkur áðan hvort að það sé kostur að mæta liði eins og Fjölni þegar að þær hafa ekki að neina að keppa. Nú erum við í að spila hérna gegn Aftureldingu sem hefur heldur ekki að neina að keppa. Geta ekki að hækka sig í deildinni og eiga í rauninni þurfa að leggja sig fram við að fara neðar í deildinni. Þannig að það má líka alltaf veltaði fyrir sér svona undir lok tímabila. Hversu mótiveru liði eru, en auðvitað vilja lið alltaf vinna, það ekki nokkuð spurning. En hér það Karitas með sendingunum á teginn. Elva skallar frá, Fríða skallar þetta aftur inn á teginn. María nær að skýla boltanum, nálgast endamörkin og kemst fram hjá Elvu, sendir hann fyrir með vinstri og þarna skot og frábælega vari hjá Írisi. Var það Fríða sem átti þetta skot. Enn einu sinni María ná að fara illa með Elvu. Hvort að þetta Samíra sem að snerti boltan hann, ég sá það ekki, það voru nokkri fætur að reyna. En þá kemur hotspyrna frá Sigrúnu. Setur hann út í teginn. Eva María stekkur upp í boltan, nær ekki til hans. Og það ná að koma þessu frá. Erla Karitas fer í skotið og það yfir markið. Já, þetta var, þarna sjáum við einmitt nýju vallaklukkuna. Þetta fallegu gripur, ekki nokkuð spurning. Þarna við það missa boltan, kemur honum út til hægri. Kemur sendingin upp í hægra hornið, en Andrea þar einn. Samíra pressar á hana, Andrea allt og værukær hana. Ég veit ekki hvort að vantaði að hún væri látin vita, en hún gerði sér engan veginn grein fyrir því að Samíra væri hérna á leiðinni. Elva. Þetta María að vinna boltan hérna og það rifið í hann og þetta lítur að vera fyrsta gula spjaldið í leiknum. Sara Dögg, jújú. Algjör ásetningur þarna. Stöðvar líka hraða sókn í ofanálag og réttilega Sara Dögg Ástórsdóttir fyrst í svörtu bókina. Óhrædd við að láta finna fyrir sér þrátt fyrir ungan aldur. Sara Dögg fædd 2004, annar tveggja leikmanna afturheldingar í þeim árgangi. En þá Fríða með aukaspyrnuna. Kemur hárinn á teginn. Þetta fínn bolti og Andrea kemst í boltan en nær ekki að stýra þess á markið. Ekki þægilegu vingill miðað við sólarstöðuna. Að reikna út þennan
þennan bolta. Staðan ennþá 1-0 hérna og Skagakonur hafa verið jafnvel líklegri til þess að bæta við heldur en að Afturelding jafni. Sigrún skallar þetta upp í loftið og Ragnar nær að vinna boltan hérna undir pressu frá Maríu Björk. Og kemur Samíra, þarf að snúa við, Anna nær að reka hana tilbaka. Erika Rún langan bolta beint á Fríðu sem að skallar þetta frá en Afturelding nær að halda pressunni hérna. Eva setur þennan hátt í loft upp, María gerir þetta vel, tilbaka á Selmu, hún leitar að Bryndísi, hún gerir þetta vel en Lovísa kemur til bjargar fyrirliðanum og kemur þessu frá. Sigrún finnur Maríu, hún á Selmu, Selma síðan með langan hérna í áttina Bryndísi en Sigrún gerði vel í að koma þessu frá en María vinnur boltan tilbaka og Bryndís ætla að þræða hann inn fyrir á Erlu Caritas, tókst ekki. Sigrún upp í hornið en þessi er ónákvæm og sendingin á Elvu og boltinn út af. Erla Caritas með boltan hérna snýr baki í markið og vinnur hornspyrnu núna frá hægri. Marka mínúndan mætt á svæðið. Staðan ennþá 1-0 fyrir FH gegn Augnablik, 1-0 fyrir Fjölni gegn Þrótti, 1-0 fyrir Hauka gegn Grindavík. Staðan 1-0 hér. Kemur hornspyrnan inn á fjársvæðið og þær eru í stökustu vandræðum með þessar hornspyrnum frá Sigrúnu en Selma gerir vel hérna eina á móti Hafrúnu. Bryndís nær að skýla boltanum, kemur hún tilbaka á Selmu. Selma lyftir þessu í áttina tegnum. Erla Caritas tekur hann niður fyrir Fríðu. Boltinn á Bryndísi, aftur á Fríðu sem að snýr. Setur hann út til vinstri á Önnu. Ágætlega spilað hérna á stórum köflum hjá í að boltinn inn á tegin en þetta er óvinnalega. Maður sér einhvern veginn eins og að sé að eflast pínu sjálfstraust í liðinu sem að hefur sárlega vantað eftir því sem að hefur liðið á sumarið. Og kemur lið Mosfellinga. Boltinn út á Páel hérna vinstri megin. Brotið á henni, María Björk gerir það. Og réttilega dæmd aukaspyrna. Tindastóll búnar að skora gegn IR í Breiðholtinu. Halda áfram að gera allu að öðru sætinu. Sigrún á Bryndísi. Bryndís nær að snúa, hefur tíma hérna. María hefur plássi upp í hægra horni en þessi sending er of löng frá Bryndísi. Já, en verða Afturelding sem fær innkastið. Elva kastar þessu inn. Þetta er ágætlega gert. Leysa þetta vel. Sara Dögg finnur Rögnu. Hún yfir á Eriku Rún. Hún á Samíru. Samíra inn á miðsvæðið á Rögnu. Sigrún brýtur á henni. Og það er snöggar að taka þetta. Elva lyftir honum út til hægri á Samíru. Anna þrýstir henni frá. Vel gert hjá hennu þarna. Ragnar yfir á Sigrúnu.
Það að gera allu hérna undir lok fyrir hálfleiks. Páel tilbaka á Sigrúnu. Sigrún með sendinguninn á tegin. Andrea kemur þessu frá. Erla Karitas tekur frákastið, missir hann frá sér en já, og missir síðan alveg valda á honum. Sigrún á Rögnu. Ragna lítur yfir til vinstri, þar Elva með smá plás. Selma vinnur boltana henni en ekki lengi. Sara Dögg á Páel sem að finnur Söru aftur upp í vinstra horninu. Leita fyrir gjöfinni Páel. Páel með sendinguna inn á tegin og Samira á fjärstönginni. Þarna var Anna komið með 2 til að passa og Samira hefði átt að gera betur þarna. Kannski sjáum þetta aftur. Þarna er hún með bara fullt af plássi. Hann gleymir að horfa á boltan hann í augnablik. Og þá er flauta til hálfleiks, staðan 1-0 í hálfleik fyrir IA. Þetta er staða sem við getum vel sett okkur við. Sigrún Eva Sigurðardóttir skráð fyrir markinu. Sjáum það hér aftur. Þangað til að annað er ákveðið. Það er, auðvitað einhverja snertingar á boltan, hvort að þetta væri nánast skráð sem sjálfsmark á Írisi í markinu, en boltinn er á leiðin í markið, eða ekki? Bara? Jó, er það ekki. Við bara gefum henni það, en við munum taka okkur hlé hérna eins og aðrir, en kannski laumum því hér að Fjölnis stúlkur eru komnar í 2-0 gegn Þrótti. Þannig að það er eins gott að Skagakonur haldi áfram að spila svona vel. Þær hafa verið nær því að bæta við mörkum heldur en að afturhelding jafni, en þetta hefur sýnt sig í sumar að 1-0 er engin munur í þessu. Augnablik búið að jafna gegn FH, þannig að Tindastóll sem er að vinna er ennþá í möguleika á að komast upp. Þessi deild er að spilast mjög skemmtilega og spennandi hérna undir lokin, en við ætlum að taka okkur hlé og koma aftur með síðari hálfleikin eftir cirka 15 mínútur, farið ekki langt. Þú pantar með appi á Dominos.is eða síma 58 12345. Dominos.
Velkomin aftur með okkur hérna á IA TV, Örn Arnarsson hér ennþá og Snorri Kristleifs með mér. 1-0 staðan í hálfleik fyrir IA sem er gríðarlega mikilvægt. Ekki síst í ljósi stöðunar hjá Fjölni og Þrótti en sýnist vera einhver skipting hjá Aftureldingu líklega. Hér komin leikmaður númer 13 inn á í hægri bakvörðin. Sýnist mér að það vera þá í staðinn fyrir væntanlega Eiríkur Rún. Og leikurinn komin á stað. Elena Brynjarsdóttir komin inn á, hérna kemur inn í, þetta fyrir Elvu væntanlega. Elva nei, hún þarna. Það einhverja tilfæringar hérna hjá, sjáum að það búið að færa Elvu sem átti í vandræði með Maríu Björk og Inga Laufey Ágústsdóttir komin núna hérna niður í vinstri bakvarðarstöðuna hjá Aftureldingu til þess að mæta Maríu Björk og Elena Brynjarsdóttir komin inn á fyrir Eiríku Rún Heiðarsdóttur. Og það kannski staðfest upp á skjánum á eftir en skiptingi hálfleik hjá Aftureldingu. En það eru Skagakonur sem að byrja að sækja hérna. Boltinn inn á teig og Bryndísi nær ekki að taka með sér hérna. Og Samíra núna vinstra megin í vandræðum og hvað dæmt aukaspyrna á Sigrúnu. Mér barst sú njósna að svona sagan í einhverja raddir í stúkunni sögðu að stoðdómarinn hefði skráð markið sem sjálfsmark Írisar í markinu en Almanna Rómur alveg klára á því að Sigrún Eva hafi skorað þetta mark og við munum halda okkur við það. Erla Karitas reynir að finna Fríðu Tatekst. Fríða kemst fram hjá Elinu, hún á leiðinni hérna upp í vinstra hornið, það spurning hvort hún nær boltanum fyrir markið. Nei, vinnur innkast sennilega upp við hotfónan. Engar breytingar á liði IA í hálfleik. Enda gekk fyrir hálfleikurinn vonum framar. Það var Anna komin hérna upp til þess að taka þetta innkast. Nú tvær að bjóða sig, kemur Bryndís úr þriðja. Kemur honum aftur út á Fríðu, Fríða inn á teignum. Og Afturelding nær að koma þessu frá. Og þá Tómas fyrir. Og eins og lög gera ráð fyrir, þá lætur hann boltan falla en væntanlega það bara Aftureldingastúlkur sem að fá boltan. Helena slögg snerting hérna hjá Söru Dögg missir boltan út af Anna kastar þessu upp í hornið á Bryndísi sem að vinnur annað innkast. Anna á Fríðu, Fríða lyftir þessu upp í hornið en þar engin Skagakona. Augnablik. Já, það staðan 1-1 hjá FH og Augnablik. Eins og ég segi, það ekki útséð með það að FH stúlkur nái að halda öðru sætinu. Búin að koma nokkuð reglu inn á það að þessi deild ennþá galopin að mörgu leyti fyrir utan það að Þróttur búin að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn í innkassodeildinni eins og það myndi kallast.
Sauðakrókur í efstu deild, það væri nú ákveðin sjarmi yfir því. Já, það er algjörlega rétt. Það har mikið að gerast til að það. En Tindastóls-liðið búið að vera eiga mjög gott tímabil í innkastadeild kvenna núna í sumar. Já. Eftir kannski langa þrautagöngu. Og Tindastóls-liðið þær eru konar í 3-0 gegn IR. Þessi sigur IR-inga í síðustu umferð hefur ekki fært þeim það mikið sjálfstraust að þær standi í Tindastól í dag. Hafa alveg skorið sig úr frá upphafi móts. Virðist alltaf ganga erfiðlega að byggja upp kvennabolta í Breiðholtinu. Helena stingur upp í hornið á Hafrúnu. Er þetta óvinnalega? Já, þetta er það. Aðeins og löng en hugmyndin góð. Þá er það Niam Kúns sem að svona geislar af ákveðnu öryggi þarna í markinu. Bryndís að pressa stíft á varnarlínuna hjá afturheldingu. Hafrún fær boltan, Anna setur hann út fyrir. Kemur kastið, Andrea gerir þetta vel. Býr sitt í pláss þarna. Boltinn á Bryndísi sem hann er að snúa, kemst fram hjá Lovísu. Þá fer Erla Karitas af stað. Þessi sending of framalega fyrir hana. Elva fær hann hérna og Erla Karitas vinnur innkastið. En verða að kvarta yfir, frjálslega teknum innkostum. Jú. En Tómas hefur ekki nefnt að dæma á það nema þetta eina skipti. Anna með langan bolta en þessi eru vinnalega fyrir Sigrúnu. Íris Dögg, markvörður afturheldingar, aldursforsetinn inn á fyrir utan Tómas Mægir sennilega. Kemur sendingin inn fyrir og Samíra við það að sleppi gegn og Selma snerti boltan hérna óheppilega og Samíra hún fekk boltan aftur inn fyrir en þetta bjargaðist sem betur fer fyrir heimakonur. Þegar hún náð hana fyrstu snertingunni þá þetta geta orðið býsna hættulegt. Já, mjög svo. Samíra hefur verið lífleg í liði afturheldingar. Kemur Inga Laufey upp með boltan en María vinnur tilbaka og hirðir af henni boltan. Bryndís aftur tilbaka á María sé með langan bolta fram á Fríðu. Fríða snýr, skiptir yfir til hægri, ætlað Bryndísi, þetta er aðeins og einalega. Helena nær að gera þetta vel. Ná að leysa þetta, Mósvillingar. Samíra Hæra Elva komin hérna inn á miðsvæðið eftir hún átti erfitt uppdráttar hérna á köflum í fyrri áleiknum í bakvarastöðinni. Það var að Hafrún gegn Önnu, kemst fram hjá henni. Andrea mætir í varatekninguna og gerir þetta vel. Andrea lyftir hérna fram á Erlu Karitas, Lovísa vel vakandi en Bryndís þá reynir hún að stinga inn fyrir á Erlu Karitas, gengur ekki. Sigrún vel á verði, Helena á Söru. Ná að halda boltanum hérna núna afturhelding. Helena gerir þetta vel, reynir sendingur upp í hornið, það er beint á hennu Þóru.
Sendingin frá henni ekki nógu nákvæm á Erlu Karitas og þá fær Hafrún boltan hérna upp í hægra hornið. En Anna mætir til þess að hindra þessa fyrirgjöf. Svona ákveðin slagkraftur með afturheldingu henni upphafi seinni hálfleiks. Já, það ætla sér að jafna metin. Þær hafa nú fyrst og fremst stoltið til að keppa að hérna. Helena með yngastið, finnur Söru, aftur á Elenu, sendingin frá henni, síðan slög, Bryndís, sendir hann upp í hornið á Sigrún Evu, Sigrún Eva hérna flegi ferð, sendingin inn á miðsvæðið ekki nógu góð. Lifnar stúkan við stiga sitt lið eins og sjálfsagt í þessari stöðu. Liðið fellur tilbaka og lokar svæðum og gerir afturheldingu erfitt fyrir liðið verður að mæta með sama kraft og voru með hérna í fyrri hálfleik. Þannig að þær voru líklegar til að bæta við marki. Anna kemur þessu fram á Sigrúnu, hún finnur Erlu Karitas. Erla Karitas með góða sendingu inn á Bryndísi. Bryndís með ónákvæma sendingu inn á miðsvæðið. Vantar örlítið upp á gæðin hérna í sendingum. Samíra með sendingu og vinnalega fyrir Hafrúnu. Já, það er ekki sami bragur einhvern veginn á Skagaliðinu núna í upphafi síðari hálfleiks eins og var lengst af í fyrri. Nei, það er eitthvað smá óöryggi en vonum maður ná aðeins að róa þetta bara niður og ná nokkru sendingum á milli sín og það er náttúrulega þetta einkenni liða sem að eins og þær hafa lent í nokkrum sinnum að vera í forystu, tapa niður forystu, að það erfitt að yfirstíga þann ótta að það gerist aftur. Já, þá fengu við dæmt. Anna kastar þessu beint á Elenu. Hún finnur Söru. Hún finnur Samíru Súleman. Fríða pressar á hana. Minnur á henni boltan. Eva María síðan losar hann út til hægri. Og langt fyrir Maríu. Staðan er það óbreytt í öðrum leikjum. Fjölnistúlkur ætla að ná að halda Þróttaliðinu í skefjum í dag. Einn af lykilmönnum Þróttar reyndar í verkefni með U19. Skils mér. En engu að síður hefði maður haldið fyrirfram að það væri talsvert meiri það mikill munur á þessum liðum bara með að við hvernig deildin hefur spilast í sumar. En hér kemur sending upp í hægra horni sem María eldir. Lovísa gerir þetta virkilega vel. Finnur Elvu. Og Samíra. Hún leggur á stað. Selma först fyrir hana en Samíra vinnur boltan aftur. Sara heldur boltanum. Hóta á Elenu. Afturheldingarlið að spila mikilli ákveðni hérna. Og Samíra með máttlítinn skalla. Já, Sigrún tekur frákastið hérna og losar hann aftur hátt fram. Með að gefa sér meiri tíma. Sigrún reynir að finna Bryndísi, það tekst. Hún leggur hann út á Fríðu. Finnur síðan Sigrúnu, hún er með pláss. Hvað gerir Sigrún? Hún fer í skotið, en það er alltaf á leiðinni framhjá.
Það er svona fyrsti kaflinn það sem það ná aðeins að tengja saman sendingar en það er samt svona tæpar sendingar sem að ná að skapa sér hérna smá færi eða hálffæri. Sjáum að þeim hefur tekist að afturreldingastúlkurum hefur tekist að loka eins fyrir þessar sendingar upp í hægra hornið sem að voru að gefast vel hérna hjá heimakonum í fyrri hálfleik. Akkurat. Með þessari taktísku breytingu. Afturrelding fær innkastið og Elena vel gert hjá Elenu en fín pressa hjá Fríðu og Bryndísi og dæmd aukaspyrna á Fríðu. Liðið farið að falla ansi djúpt. Lovísa lyftir honum hérna inn á teiginn en Niam ekki neinu vandræði með þennan. Kemur spyrnan frá Kúns á Maríu en Inga Laufey vinnur boltan. Rennur honum upp í hornið á Samíru Súleiman. Hún nær að snúa á hægri fótinn. Rekin tilbaka. Samíra lyftur sér inn á teiginn og það er dæmt aukaspyrna þarna á Rögnu. Sóknarbrot. Já, keyrði Andreu niður þarna. Hann reyndi þarna sendingu á Kæju en fínvarnarleikur hjá Elenu. Hanna með innkastið leitar að Bryndísi, hún finnur síðan Fríðu. Þetta er ágætis sprettur hérna, sendingu inn á teiginn á Bryndísi. Bryndís með boltan fyrir en yfir allan pakkan. María eldir og nær væntanlega þessum bolta eða hvað? Nei, gerir ekki. Þarna náðu að skapast hætta með svona nettu þríðningsspili milli Fríðu og Bryndísar. Þrættu sig í gegnum vörn Afturheldinga. Já, þarna vantaði lítið upp á að það væri skagakollur sem myndi reka boltan í netið. Skagakonu vinna boltan hérna hátt á vellinum. María finnur Dagnýju. Dagný hefur nógan tíma, nóg pláss. Rennur honum yfir á Önnu. Hanna ætlar síðan að setja hann inn á teiginn en sendingin ekki góð. Kemur langur bolti fram beint á Andreu sem að skallar hann hátt í loftu. Dagný framlengir. Fríða mætir þá í þennan skallatennis. Ragna endar með boltan. Sara út til hægri á Elenu sem að gerir vel í að halda þessum. Kemur síðan með fyrirgjöfina. Andrea skallar hann frá. Ragna tekur frákastið en Sigrún Eva vinnur boltan af henni. Finnur Bryndísi. Bryndís ætlar að koma með hann í fyrsta yfir á Maríu. Tekst ekki. Það virtist nú bara ekki vera að tala við hana. Nei, hún hafði alveg tíma. Snúið. Já. Algjörlega. Og boltinn berst hérna í gegn. Eða hvað? Eva María tilbaka á Kúns. Og fer fólk í stúkunni. Það var svona, virkaði ekki ákveðið. Eflaust erfitt að spila með vitlaust innkast enn aftur. Það er svolítið sérstakt að fylgjast með þessu. Já. Skagakonu vinna hana innkast. Og ekki úr vegi aftur að minna á tvöfalda útsendingu hjá okkur á morgun
þegar annar flokkur bæði A og B-lið taka á móti norrlenska liðinu eins og ég kýsa að kalla það. Kári Skallagrímur tekur á móti í A-liðum fyrst klukkan 3. Tekur á móti K.A. Dalvík Reynir Magni. Þetta eru skemmtileg nöfn á þessum liðum í öðrum flokknum. En svo erum við komið inn á að bæði lið hafa tryggt sér Íslandsmeistaratitil og við munum vera á staðnum þegar að þeir bikarar fara á loft. Frábært sumar hjá öðrum flokk. Algjörlega. Í sumar og nú var ég ekki búinn að heyra það. Er það ekki rétt hjá mér að A-liðið allavega er í úrslitum í bikar? Er í undanúrslitum. Spila þau einmitt fyrir norðan á miðvikudaginn í næstu viku. Og ég held að þessi Breiðablik sem að býður í úrslitum ef að sá leikur vinnst. Já, og hver veit nema að við munum, ef að IA kemst í þann úrslitaleik, það er aldrei að vita nema að við reynum að sýna hann hvar svo sem að verður spilaður. Við erum svona eins og kallað á ensku Glory Hunters, hvað var þessa bikara? Já, en þetta er ákveðin skrásetning sem að er að eiga sér stað og að fá að vera að eiga af því myndir þegar þessi titlar eru að fara á loft. Ekki spurning. María með nóg pláss hérna, full bráðsending hérna, Bryndís 1-4. María hefði alveg getað að fara lengra hérna. Nú sendingin yfir, Anna les þetta, boltinn beint á Söru. Skalið má ekki detta í einhvern svona, hvað við segja, hræðslugýr að Bryndís nær að snúa hérna, leitar að möguleikum, það er aðeins að slitna í sundur hérna hjá Aftureldingu. Hann er að fann að færa sig framar á völlinn og þá skapast pláss framar á vellinum fyrir IA-liðið. María dæmd brotleg. Þá er að vera tilbúin skipting hérna hjá Aftureldingu. Leikmaður nr. 8 Ólína Sif Hilmarsdóttir að gera sig klára. Átján ára leikmaður. Hafrún á Elva með sendinguna á Samíru. Selma til Varnar, sendingin í Selmu. Anna nær að skalla þetta frá og Dagný tekur við boltanum, lyftur hann út til vinstri og út fyrir. Þá kemur væntanlega skiptingin. Ólína Sif Hilmarsdóttir að koma inn á og sýnist að vera að Ragna Guðrún Guðmundsdóttir sem að fer að velli stystu leið eins og lög gera ráð fyrir. Já, hún hefði nú alveg getað komið bara venjulegu leiðina út af, það tekur tíma að skrá þetta og en Ólína Sif komin til leiks og man ekki nákvæmlega hvar það var í heiminum en lögregluyfirvöld einhvers staðar sem vildu koma í veg fyrir þetta, þannig að svo leikmenn er ekki fyrir miklu aðkasti þeir eru að labba hringinn. Já, ég meina að maður getur ímyndað sér í völlum, þröngum völlum þar sem að það er lítið pláss milli hliðalínunar og áreldastæðana og sérstaklega á erfiðum útivöllum. En eitthvað verður menn að gera til að bregðast við því að menn sé að nota skiptingar til að tefja leik. Já. En hvort að þetta er rétta leiðin, ég lét mér nú alltaf dreyma það bara ef að dómar er búinn að segja þér að flýta þér og þú gerir það ekki, að þá bara sé það bara ávísun og guldspjald. Það er líka verið hægt að gera slíkt. Sé það. Þá er skipting hjá Skagamönnum Védís Agla Reynisdóttir að koma inn á. María Björk Ómarsdóttir kemur að velli. María virkilega spræk í fyrri hálfleiknum sérstaklega. Védís Agla fædd 2003, 16 ára. Fínn leikur hjá Maríu Björk. En Védís kemur hérna
inn aftarlega á vellinum. En aukaspyrna sem að Ía á Fríða setur þennan inn á tegin væntanlega þar sem eru margar gular treyjur núna. Kemur hár bolti inn á fjársvæðið en Samira Suleiman vinnur boltan þar og leggur á stað upp vinstra megin. Eva María hægir á henni. Sigrún Eva tekur við, kemur sér langur bolti hérna yfir á Ólínu Sif. Varamennir eigast hér við, Védís Agla snögg, gríðarlega fljót þarna, kemst í boltan og setur hann út fyrir. Vel útvært hjá Védísi, flóta varnarleikur. Mjög svo, kemur inn með hraða þarna. Svona, Anna er nú þarna, spurning hvort að Védís að koma inn á kantinn, vinstri kantinn sennilega. Anna er hérna ennþá fyrir aftanana og Erla Karitas færi sig yfir á hægri kantinn þar sem María var. Helena búin að fullkomna þessi innköst. Kemur boltinn inn á teignum. Andrea skalla frá. Sigrún framlengir en boltinn út af sennilega eða hvað? Jú. Samira Suleiman skildi honum hann út fyrir, kastar inn á Hafrúnu. Hafrún fer í skotið beint í Andreu en Kúms gerir vel í að halda þessum í leik. Það er gríðarlega spenna hérna. Þróttarar búnar að minnka munin í 2-1 gegn Fjölni. Það eru jákvæða fréttir fyrir okkur Skagamenn. Sigrún með fína sendingu hérna upp í hornið. Védís eldir. Helena kemur boltanum tilbaka á Sigrúnu. Sigrún Eva vinnur boltan. Nær að snúa, finnur Védís Öglu. Védís nær að snúa, leggur af stað. Helena til varnar. Védís ætla sér hérna aðeins of. Anna les þessa sendingu. Sigrún. Glæsilegur snúningur hjá Sigrúnu. Reynir sendinguna yfir á Erlu Karitas, tekst ekki. Fríða mætir í pressuna. Samira gerir þetta vel. Kemur boltanum á Söru. Hún á Elenu sem á erfiðleikum við móttökuna. Boltinn fór ekki út af, segir aðstoðardómarinn. Samira reynir að stinga hérna upp í hornið. Ólína Sif er í fyrirgefa stöðu hérna. Kemur með boltan fastan út í teginn. Það er Páel eða hvað? Er þetta Hafrún? Hafrún í skotið en yfir markið. Þetta var nú bara alls ekki svo galið. Skotfæri. Þetta var bara frábærlega útfæri sókn. Ólína með gott hlaup upp í hornið. Sendingin á hana góð, fyrirgjöfin góð. Vantaði bara að setja þetta á ramman. Eitt af betri færum afturheldingar í leiknum. Sara skallar þetta á hann, skallar hann aftur. Þá er það Fríða sem að vinnur boltan. Nær að snúa, kemur hún tilbaka á Kúms. Páel pressar á hana. Hún lyftir honum fram hér við áttina Védísi. En Elena lætur boltan fara. Samira gerir þetta vel. Svona öðrum ólöstum, sennilega sprækast til leikmaður afturhildi. Hér kemur fín sending inn fyrir Páel. Nær að halda þessu inn á, sparkar þessu í önnu og í innkast. Það er að gera sér líklegri. Stelpurnar úr Mosfellsbænum. Helena með innkastið. Anna með góðan varnarleik hérna. Gegn Darjan Páel. Helena aftur með kastið og hana fær hann aftur. Kemur sér með boltan inn á teginn og Andrea lætur hann fara og Eva María og Kúms gerir það sem þarf. Sýndi hugrekki þarna
Þetta þyrftum við að sjá aftur hreinlega ef við getum, nei við getum það ekki. Endur sýningavélin eitthvað búin að vera að stríða okkur hérna. Þannig að en þetta var hættulegt. Það var sérkennileg ákvörðun hjá Andreu, hún taldi Nýjam hreinlega að vera með þennan bolta, en ekki. En kannski þetta birtingamynd á einmitt þessu að vera með nýjan markmann sem þú þekkir ekki kannski og maður veit ekki hvort að samskiptin eru nægilega þarna milli varnarlínunar og hennar. Hér allt galopið. Bryndís sendir hann upp í vinstra hornið á Védísi. Védís komin inn á teiginn en þetta er ákaflega vel gert hjá Lovísu. Gerir þetta virkilega vel en þetta var vænleg staða. Kominn svolítið meiri ákefð í afturlendingarliðið. Það er skynjað það lítið eftir af leiknum. Darjan Páel dæmt brot hérna á Fríðu. Fríða allt annað en sátt með þetta. Lovísa snögg að taka þetta. Erla Karitas hreinsar frá. Samíra lyftir honum inn á teiginn, komst út úr markinu, boltinn fram hjá henni, en frábærlega gert hjá Selmu Dögg sem að bjargar þarna nánast á marklínu, en það er farið að hringja viðvörunarbjöllum hérna. Og þeir ráða ráðin sínum hérna, Aron og Unnar í boðvagnum hjá skagaliðinu. Tvígang núna er að skapa stór hætta. Það er Sara með hotspyrnuna, lyftir þessu háinn og teyginn. Eva María ætlar í skallan, en það er, sá ekki hver það var það Hafrún sem að náði skallanum og rétti yfir markið. Það er núna í þrígang búin að skapast talsvert mikil hætta við mark Skagakvenna. Og eins og ég segi, fyrir lið með lítið sjálfstraust þá er ekki þægilega tilfinningar sem fylgja þessu. Taktu nú eftir Snorri augnablik 2 FH 1. Þær FH stúlkur ætla að hleypa þessari hérna topparáttunni algjörlega upp sko. Þetta er búið að vera ótrúlegt gengi á FH-liðinu, vel gert hjá Védísi. En FH-liðið sem var í kjörstöðu bara fyrir einhverjum 3 umferðum síðan eru bara búin að koma sér í tóm vandræði. Haukar 2-0 yfir gegn Grindavík. Sigrún gerir þetta vel, nær að snúa, finnur Bryndísi. Bryndís á Erlu Karitas sem að skiptir yfir til vinstri á Védísi, erfið sending. Hún pressar á Lovísu sem að hreinsar boltan út af. Fín pressa hjá Védís Öglu þarna. Heimastúlkur vilja hafa boltan þarna. Áhugavert að FH á aftureldingu á útivelli í síðustu umferð. Það er ekkert sjálfgefið þar fyrir FH. Á meðan að Tindastóll mætir Ía. Þessi 2 lið gætu verið virkir þáttakendur í því að hvaða lið fylgir Þrótti upp deild. Mögulega. En ekki það, við okkur hefur nú gegn tíðina þótt skemmtilega þegar Ía er í topparáttunni. Svo hafa stundum verið, hérna kemur lágsending fram. Páel. Ná ekki að gera sér mat úr þessari stöðu ennþá. Hafrún með sendinguna, háa inn á teiginn. Anna gerir þetta vel, Samíra tekur frákastið með skot í Fríðu Halldórsdóttur. Ólína Sif búin að koma inn með tölvöru krafti hérna á hægri kantinn hjá afturheldingu. Sigrún sem að í liðinu þrýst hérna vel niður
Kemur langur boltinn á tegin, Andrea skalla frá, Sara tekur frákastið, Védís gerir þetta vel, Dagný tvínar ekkert við það og lætur hann vaða hérna langt fram völlin. Núna fer að koma tími þar sem að liðið þarf að þora að halda, að reyna að halda boltanum þegar þeir ná honum. Lovísa, fín pressa hjá Bryndísi, Védís leggur af stað. Nú að velja rétt. Já, hún snýr við, fer aftur af stað. Védís gerir þetta vel, finnur Bryndísi, Bryndís sér Erlu Karitas, tekst ekki að finna hana, fær boltan aftur á Sigrúnu á Fríðu. Fríða finnur Védísi, Védís ætlar að snúa, Ólína brýtur nú á henni þarna eða hvað? Ekkert dæmt. Spurning brot miðað við önnur brot sem hann hefur dæmt hérna í seinni hálfleik. Miðað við línuna sem hefur verið gefin, þá var þetta klárt brot en ágætis kaplið þarna hjá Ía, heldur boltanum. Ólína með langan bolta yfir, Selma reynsar þetta frá, vel gert hjá henni. Ólína reynir að taka niður, tekst ekki, Védís. Ólína pressa stíft á hana, þarna er dæmt aukaspyrna á Ólínu. Védís búin að vera mikið í boltanum eftir hún kom inn á. Já, Védís hefur lengi vel þótt ansi efnilegu leikmaður. Svo segi 16 ára. Partur af framtíðinni hjá þessu liði. Sigrún skallar þetta frá, Bryndís tekur frákastið, reynir að læða honum inn á tegin, finnur ekki Erlu Karitas. Þá koma afturheldingastúlkur, Páel, vel gert hjá Önnu hérna og hvað er dæmt? Hendi á Páel. Já, hérna. Ekstra völlurinn er að gefa í kvöld 3-1 fyrir Fjölni gegn Þrótti þegar maður hélt að Þróttarar væri að komast inn í leikinn. Fjölnistúlkur eru að sýna hérna virkilegan karaktera og vilja til þess að halda sér í þessari deild. Boltinn fyrir markið, Védís í skotið og Védís Agla Reynisdóttir skorar og kemur í 2-0. Þvílík innkoma hjá þessari stelpu. Afgreiðslan alveg stórkostleg. Erla Karitas með góða fyrirgjöf. Klárar hann í fyrsta. Og nú er staðan öllu þægilegri. Þegar 8 mínútur nákvæmlega eru eftir að leiknum. Þetta var akkurat það sem að Skagaliðið þurfti á þessum tímapunkti. Og Védís Agla búin að vera spræk eftir hún kom inn á. Og verðskuldar þetta mark, ekki nokkur einasta spurning. Og væntanlega fara afturheldingastúlkur að henda ennþá fleiri leikmönnum fram sem að skapar þá einmitt möguleika fyrir leikmenn eins og Védísi sem að hefur hraðan. Gífurlega mikilvægt að þurfi ekki að klára þessar 10 mínútur hérna á þessu eina marki. Þetta gefa þeim aukið sjálfstraust og ekki nokkuð spurning. Smá svigrúm. Og eins og ég segi, eins og staðan er í öðrum leikjum, Grindvíkingar virðast ekki vera neitt á leiðinni að fá neitt út úr sínu leik gegn Haukum. Að þá þýða þessi úrslit að Ía tryggi sig í innkassodeildina fyrir árið 2020 áður en að þær þurfa að fara norður á Sauðárkrók sem að eru búin að vera á miklu flugi einmitt. Bryndís gerir þetta vel, Bryndís er að komast hérna. Hún er hérna eina móti einni en virkilega vel gert. Já. Erla Karitas heyrði boltan upp, fer síðan í skoti hreinlega. Fekk nú hérna vinalegt skopp rétt fyrir framann Írisi. Já, þetta var ekki svo galið. En Íris gerði þetta vel og varði nokkuð örugglega. Þá eru afturheldingar stúlkur að gera sig klárar í skiptingu. Leikmaður númer 17 Halla Þórdís Svansdóttir að koma inn á fyrir Samira Súleman sem er búin að hlaupa sennilega mest allra henn á vellinum. Kemur að velli.
að öðrum ólöstum. Sennilega búin að vera hvað sprækust þeirra gestana. Fókus biður Aron Ýmir hérna. Kannski rétt að taka það fram að þegar að leik lýkur, hér er Sara í skoti beint í Evu Maríu. Páel rennur til hérna þegar hún tegir sig í boltan. En þá, þegar að leik lýkur, þá ætla ég að stökkva hérna niður á völl og reyna að ná viðtölum við þjálfara og jafnvel einhverja leikmenn hjá IA. Síðasti heimaleikurinn. Fríða fær boltan í sig hérna, Eva María hreinsar síðan frá, Sigrún Eva framlengir. Lovísa skiptir yfir til vinstri, boltinn tilbaka á Elvu. Hún á kvæmsending, IA liðið fellur núna vel tilbaka. Anna hreinsar þetta frá, Sigrún tekur frákastið, vel gert. Sara fær hérna högg á andlitið, virðist vera, og Tómas stöðva leikinn. Áttatíu og 6 mínútur rúmar komnar á klukkuna. Já, þá hefur dómnefndin í stúkunni kveðið upp sinn dóm. Anna Þóra, heyrði ég það ekki rétt? Anna Þóra Hannesdóttir, maður leiksins. Erum við sammála þeim úrskurði? Já, ég held að það sé lítið hægt að setja út á. Já, hún átti í pínu vandræðum alveg í blábyrjun leiksins. En síðan þegar hann komst í ganga þá náði hann að halda Samíru Súleman vel í skefjum, en hérna er að skapast hætta. Andrea er að koma sér frá. Elva tekur frákastið, leggur hann út tilbaka á Ingu Laufeyju. Hún lyftir þessu í áttina að vítategnum. Þar er Andrea til þess að koma sér frá. Lovísa tekur frákastið, leitar inn á völlinn, skiptir yfir til vinstri. Kemur síðan skotið, en það er beint á Niam Coombs, sem er ekki í neinu vandræðum með þetta. Já, ef við ekki bara leyfa okkur að taka undir þetta. Hann er búin að eiga virkilega góðan leik eins og margar aðrar í liðinu. En þær eru ekkert að baki dottnar hérna gestirnir. Kemur sending upp í vinstra hotni, Selma hérna svolítið framalega í stöðunni. Andrea les þetta virkilega vel og Selma hreinsar síðan frá. Og meðan að ég kem inn á völl þá ætla ég að skilja ykkur eftir í góðum höndum Snorra Kristleifssonar sem að fer yfir staðfestar lokatölur í öðrum leikjum í inkasso-deildinni og fer kannski yfir stöðuna í deildinni. Ekki dæmt hér. Páel vill fá aukaspyrnu, fær ekki. Bryndís nær að fleyta þessum áfram. Ía er í meiri ró þegar boltinn er á vallarhelmingi afturheldingar. Boltinn út til hægri á Lovísu. Anna Þóra hreinsar þetta vel frá. Elva tapar boltann til Bryndísar, hún á Erlu Karitas. Erla Karitas skiptir yfir til vinstri. Védís vinnur boltann, kemur hún tilbaka á Önnu. Anna
inn á miðuna í rólegheitunum á Dæníu. Dæní lítur yfir til hægri, tapar boltanum hann í augnablik, finnur Evu Maríu, slöggsending frá henni. Hafrún, en Fríða vinnur tilbaka og nú ég að veltaði fyrir mig Snorri hvort ég ætti ekki að fara að koma mér á stað. Já. Það þetta í 90 mínútur og ég kem síðan gefur mér merki. Ég ætla að reyna að grípa Aron eða Unnar eða báða í viðtal og kannski einhverja leikmenn. Flottir. Hér var Selma skilaboðum að vera ekkert að flýta sér með þetta innkast. Erla Karítas í baráttunni og innkastið er Mósvellinga. Hér kemur hár bolti upp hægra megin en Anna Þóra bæir hættinu frá í innkast. Aftur er Anna Þóra sem kemst í boltan. Védís Agla finnur Bryndísi. Bryndís upp á Védísi en þessi bolti aðeins og langur. Lovísa Mjöll tekur innkasti fyrir afturheldingu. Aftur reyna er langan bolta fram. Fríða nær að hreinsa í burtu. Dagný. Þessi sending ekki nú nákvæm. Hér er Fríða á ferðinni. En þá er Fríða með boltan. Þetta er laglegur sprettur hjá henni. Nei. Afturheldingar, stúlkur ná boltanum á sitt vald. Lovísa Mjöll fær hér aftur boltan. Upp hérna hægri vænginn. Þetta er Ólína en Anna Þóra kemur boltanum í innkast en nú stjaka við henni þarna í þessari baráttu. Ólína með innkastið. Anna kemur þessu aftur í innkast. Þá er það Lovísa sem tekur innkastið fyrir afturheldingar stúlkur og dæmt hrinding þarna á afturheldingu. Við erum á 3. mínútu uppbóta tíma og eins og staðan er akkurat núna þá er í að tryggja sæti sitt í inkassódeild kvenna. Þá er það staðfest. Gífurlega mikilvæg 3 stig í hús hjá Skagastelpum. Kíkjum hérna á mörkin. Það var á 7. mínútu. Sigrún Eva Sigurðardóttir beint úr hornspyrnu. Einhver smá viðkoma hana. En skráum markið á hana þangað til annan kemur í ljós. Það var síðan Védís Agla á 82. mínútu. Eftir fína sókn hjá Skagamönnum. Erla Karítas hérna með fyrirgjöfuna. Boltinn er laus í teignum og Védís afgreiði þetta glæsilega. En nú er öllum leikjum lokið í inkassódeild kvenna í kvöld.
IA fór með 2-0 sigur á afturhendingu eins og áður hefur komið fram. FH Augnablik gerðu 2-2 jafntefli, Fjölnir vann glæsilegan sigur á Þrótti Reykjavík 3-1. Haukar unnu í Grindavík 2-0 og Tindastóll vann 4-0 gegn IR. En mér sýnist að Örn vera komin með þjálfara IA Unnar í viðtal. Þjálfara IA í spjall. Til hamingju með sigurinn og til hamingju með að tryggja ykkur sæti í deildinni ári. Hvernig líður ykkur núna? Við erum bara í skýjunum. Það er ekki flóknara en það. Við erum ótrúlega stoltir að klára hann leik. Bara stelpunni gera allt sem við lögum upp, börðust alveg þangað til að síðustu sekundu. Og það er bara það sem skiptir máli. Það tryggði okkur upp. Við vissum að við þyrftum þessi 3 stig og hérna, það er gerðið þetta glæsilegt. Ótrúlega stoltilega. Nú var einmitt sérstaklega fyrri hálfleikurinn mjög góður. Það var svona eins og það gripið sig svona pínu taugaveiklun, svona stóran hluta af síðari hálfleik. Var það bara af því að það var svona mikið undir? Já, það er það heldur. Við erum búin að glíma þessi þetta bara í sumar og það er einmitt málið. Við hefur verið að fella okkur kannski, það er svona smá taugatekningur það. Við erum hræddir við að tapa, við höfum verið það. En ótrúlega stoltir í dag að þær fóru í gegnum þetta með það hugafæri að við ætluðum að vilja vinna og við vildum það meira nú í dag. Það var það sem að skila þessu í lokinu á endan. Við bara kláruðum þetta þannig. Það er búið að vera órói í sumar í kringunni. Við fórum aðeins yfir það fyrir leik, sumari fór vel á stað, síðan bara mánaðamótin júni, júlí þá einhvern veginn bara hrundi allt. Hversu sætt er þetta svona í ljósi þess að ná að tryggja sætið og geta farið að byggja von á það? Það er bara ennþá sætara, gerir þetta bara ennþá sætara og frábært að geta anda létta núna og klára síðasta leikinn bara með góðri fennárið. Það verður bara frábært og geta haldið einmitt að segja, halda áfram að fara að byggja upp. Við erum bara rétt að byrja og nú bara höldum við áfram með þetta fullu. Takk hérlega fyrir og til hamingju. Takk. Ég ætla að reyna að ná í Bryndísi Rún fyrirliða líka hérna eftir smástund. Jæja, Bryndís, eftir erfitt og strempið sumar náið þið að tryggja ykkur hérna í kvöld. Hvaða tilfinningar eru að bærast í brjóstum ykkar núna? Bara loksins, ángríns, bara ógeðslega stolt af stelpunum og geggjaði að klára þetta núna. Þetta er búið að vera erfitt sumar, ekki alveg eins og kannski við ætluðum okkur en gott að klára þetta núna. Hvernig voruð þið öðruvísi stemmdar í dag? Það var augljóst frá byrjun, fyrri hálfleik sérstaklega mjög góður fyrri hálfleikur hjá okkur þar sem að það var augljóst að þið ætluðu að fá okkur. Hvernig undirbjöguð ykkur eitthvað öðruvísi fyrir þennan leik heldur en aðra leiki hingað til í sumar? Nei, í rauninni ekki. Við vorum bara reyndum að fara hérna aðeins minna stress eins og með Augnablik, við vorum alltaf hátt uppi og vorum að fylgjast með úrslitunum og hinum leikunum. IR vann eitthvað rétt fyrir síðasta leik og vorum bara einhvern veginn, hausinn var ekki alveg réttur sko. En núna fannst mér í dag bara að mæta mjög vel til leiks, klárar í þetta og vissum hvað var í húfi þannig. Það má gera ráð fyrir því að ferðin norður á Sauðárkrók verði aðeins auðveldari þar sem að sætið er öruggt. Já, heldur betur, þetta er geggjað, gaman að fá 1 roadtrip, gaman að klára þetta svona. Bara til hamingju og gangi ykkur vel. Takk fyrir, kærlega. En þá held ég að við förum að segja þetta gott hérna á Norðurársvellinum í kvöld. Frábær, mikilvægur 2-0 sigur IA gegn Aftureldingu, tryggja sætið sitt í innkastadeild að ári og nú geta þjálfarar og leikmenn farið að byggja upp fyrir það. Örn Arnórsson heiti ég, með mér í lýsingun í dag, Snorri Kristleifsson, Arnar Óðinn Arnþórsson á myndavélinni, þakka honum fyrir velunnin störf, Snorri og Ingimar Elvar Ágústsson sáum að stjórna þessari útsendingu. Ég minni á tvöfalda útsendingu hjá okkur á morgun þar sem að annar flokkur bæði A og B-lið spila loka leiki sína og taka við Íslandsmeistara bikurum í bæði lið. Ekki missa því en þanga til ætla ég að biðja ykkur að muna það að við eigum öll bara eitt líf. Takk. Þú pantar með appi á dominos.is eða síma 58 12345. Dominos.